Klukkan 11 mínútur í 9 og framundan Reykjavík marathon næstu helgi og menninganótt og fleira. En skráning í Reykjavík marathon Íslandsbanka hafið og ég sé að það eru tæplega 5.000 skráðir til leiks og þetta 19% betri þáttaka enn í fyrra. Og næstu 5 dagar eru mjög mikilvægir fyrir alla hlaupara, það ljóst og hann Steinar Aðalbjörnsson, næringafræðingur hjá Matís og hlaupari, hann einmitt á línni. Góðan dag, Steinar. Góðan daginn. Góðan daginn. Þetta alveg einn af mikilvægastu dagarnir sem að núna framundan hvað mataræði og næringu snertir, bæði hvað að gera og hvað ekki, það ekki? Jú, það alveg málið. Fólk búið að leggja núna í einhverja daga, minnst vikur og jafnvel mánuði sumir. Og við megum ekki gleyma því að þó að fólk sé að fara á mjög mismunandi forsendum, flestir þó til að sigra sjálfa sig, aðrir til að sigra sjálfa sig og aðra, þá erum við að reyna að hámarka upplifuna sem þarna. Þannig að okkur líði sem best í hlaupinu og líði vel eftir það, þannig að við getum séð fyrir okkur að fara þetta aftur og þá náttúrulega skiptir svolítið miklu máli að mataræði sé gott og við séum að setja réttu hlutin í okkur þannig að á meðan við hlaupum þessa 3 eða 10 eða 21 eða 42 að þá sé vanlíðanin í allan í þessu löngu hlaupum í lágmarki, getum orðað þannig. Já, það ekki? Getum við tekið þannig til orðasteinar að fólki líði vel í svona löngu hlaupi? Ég hef aldrei hlaupið svona langt hlaup. Nei, mér hefur liðið vel sko, en þetta náttúrulega skiptir svolítið máli hversu mikið maður að herja á líkamann, hversu mikið maður að fara, hver hraðinn og hversu hátt álagsstigið Það alveg ljóst eftir því sem að keyrir sig upp í álagi þá finnst fæstum það allan að þægilegt, en þá kannski á móti kemur þessi velöðuna tilfinning eftir hlaupið. Manni líður náttúrulega rosalega vel að hafa lagt sig allan fram og að hafa sigraðurinn sjálfansi sem þetta gengur nánast engungu út á fyrir langt flesta í þessu hlaupi, núna laugardaginn, þá líður manni náttúrulega rosalega vel og eins og ég segi, með því að setja inn réttan mat og gera þetta á réttan hátt, svona í megindráttum og þá maður að leggja inn grunninn af því að upplifun allan laugardaginn verði góð. Fyrir utan það, ef maður stendur sig ekki, ef maður klikkar illa í hlaupinu og líður illa, þá getur maður náttúrulega ekki að tekið þátt í afmælishátíðinni hjá Bylgjunni þar sem eftir dagsins, það alltaf gengur ekki. Segðu, en það nú lenska það fæst alls það kaffi og fólk með að hætta kaffidrykkju, en þú leggur miklu áherslu á að það sé alls ekki drukkið rétt fyrir hlaup, en sumir telja kannski vera að gera gott gagn eða hvað? Já, það nefnilega máli, þetta allar svona ráðleggingar, þær eru almenns eðlis, en svo náttúrulega hver og einn einstaklingur sem að gera eins og honum hentar best. Og það leggir rosalega áherslu á það í fyrsta lagi að fólk sé ekki að pröfa eitthvað nýtt. Það sé búið að pröfa það sem allir sér að gera til þess að föstudag og þá sérstaklega laugardag. Það sé búið að pröfa það á æfingu. Þannig að veitir hvað það er að gera. En almenna ráðleggingin með kaffi og koffín og koffíndrykki sú að reyna að minnka drykkjuna eins mikið mögulegt þessa vikuna og þá sérstaklega á föstudeginum og á laugardagsmorgninum. En þess að koffín og það er sama á við alkohól sko, við áfengi. Koffín og alkohól eru hvorttveggja vatnslosandi og það nú mjög skrítið að maður að reyna að hafa vatnsbúskapinn í góðu lagi fyrir laugardaginn til þess að hlaupi geti gengið sem best fyrir sig að maður sé í raun og veru þá að losa sig við vatnið með koffín og áfengisneyslu á þessum dögum fyrir hlaup. Það fer ekki saman. Það passar ekki alveg sko. Nei. Svo má ekki gleyma líka fótunum og það maður farin á marathon.is og fá ýmsar upplýsingar þessa hluti, en fæturnir eru nú mikilvægir auðvitað í þessu og ekki síst skónir, en svo líka þarf að passa húðina og tærnar, það er að segja táneglurnar og jafnvel hælana. Já, þetta málið að fólk oft jafnvel, sko undirbúningur eins og til dæmis fyrir hálfmarathon, þú ferð sjaldnast hálfmarathon vegalengd í undirbúningnum. Þú ferð kannski svona mest 14-16 kilometra eitthvað svo leys og það var mjög líklega ekki núna síðust heldur helgina þar áður og svo fer fólk kannski 6-7 kilometrum lengra heldur en það hefur farið lengst og ýmis nuttsár koma fram og þá náttúrulega mjög mikilvægt að vera búin að gera eitthvað til þess að smyrja þessa nuttfleti með vaselín og svo eru til ýmis jafnvel betri efni heldur en vaselín eins og eitt kallað Body Glide sem hægt að kaupa til dæmis í afreksvörum og það að smurt á hæla og tær og það, ég nota það sjálfur þegar ég í lengri vegalengdum og það virkar mjög vel og það engin nöddsári við það. En svo náttúrulega eru margir sem freistast til að kaupa nýja skó til dæmis í vikunni
Ég held að það sé ekki góð hugmynd nema það sé eini kosturinn og af því að fólk verður að vera búin að hlaupa einhverja vegalengdir í nýjum skóm áður að fer síðan í keppnina. Já, Steinar B. Albjörnsson, næringafræðingur hjá Matís, við bendum á pistilinn inn á Smartland Mörtumar í MBL til að kynna sér máli núna fyrir Reykjavíkurmaraþonið. Takk fyrir spjallið, Steinar. Takk sem leiðis. Þannig að það er alveg ljóst að það er margir